Í dag ætlum við að fara yfir Git og Git og þessi yfirferð byggir á bókinni ProGit eftir Scott Chacon og Ben Staub. En hún frí á netinu, þið getur líka keypt hana. Hún mjög góð, hún mjög yfirgripsmikil yfir Git og Git mjög relevant í hugbúnaðarþróun í dag. Já, ég veit ekki, öll verkefni sem ég hef unnið í seinustu 3 ár hafa öll verið geymt í Git og öll nota GitHub reyndar líka. En þannig að ef að þið viljið vera svolítið til í atvinnumarkaðinn, þá skuluð þið læra Git vel, af því að þrátt fyrir öll önnur tól, þá það yfirleitt þar sem að allur kóði geymdur í dag í Git eða einhverjum öðrum source control útfærslum eins og Subversion eða eitthvað svoleiðis. En þannig að þetta alveg mjög vel þess virði að læra vel á Git. En version control það þegar við geymum skrárnar eða útgáfur af skrárnum sem við erum að vinna með á einhverjum ákveðnum stað. Og það leyfir okkur að treysta því að vinnan okkar sé örugg. Við vinnum eitthvað og við keyrum einhverja aðgerð sem að geymir gögnin okkar einhvers staðar. Þannig að við erum ekki bara með á tölvunni okkar og við getum síðan farið fram og tilbaka í tíma. Við getum skoðað hvernig var útgáfan af þessu skjali hjá mér á mánudaginn í seinustu viku. Það virkaði eitthvað þá sem bilað í dag. Hver munurinn? Eða við getum verið að vinna í einhverju öðru verkefni og einhver annar búinn að gera eitthvað annað og við getum blanda þessu saman og unnið sameiginlega að verkefnum. Og svo getum við gert tilraunir á þess að skemma allt. Þannig að ef þið hefum einhvern tímann verið með eitthvað verkefni, hverju dottið í hug eitthvað frábær leið til að leysa eitthvað og þið hefði 1 klukkutími í það og svo hefði fattað að það var ekki málið. En þeir eru búin að gera svo mikið af breytingum í svo mikið af skjölum að þeir eru svolítið týnd og þeir eru einhvern veginn að bakka. En leiðin ykkar til að bakka þá kannski svolítið að reyna eina línu í einu að fara tilbaka. Í staðan fyrir að geta bara gert eina skipun og þá þeir komin á sama stað þeir voru áður en þeir byrjuðu. Og svo framvegis. Version control þetta. Geyma útgáfur af kóðunum okkar yfirleitt, líka öðrum skjölum á einhverjum einum stað með einhverjum ákveðnum reglum. Og þegar við öll mörg ykkar útfært ykkar eigið version control með því að búa til einhverja möppu sem með einhverju backupi af einhverju ákveðnu sem þið hefur gert eða vera með útgáfu númer í nafninu á skjalinu sem þið eru að vinna og svo hefur verið að ítra það áfram og komast þeir alltaf að gera fleiri og fleiri útgáfur og þeir eru alltaf að gera nýja og nýja útgáfu sem einhvern veginn útgáfa af þessu, þannig að þeir eru einhvers staðar með einhverja útgáfu, svo það að senda þetta á milli og já, ertu með final útgáfuna? Nei, já, þú ertu final útgáfu 2, þar eru nýjustu breytingar sem ég voru að vinna í nótt og svo framvegis. Og meina, þetta líka annað sem að version control hjálpar okkur með. Þannig að við erum með eina útgáfu á skránni sem við erum að vinna með og svo erum við með eitthvað version database á tölvunni okkar sem þá með útgáfunar af þessari skrá á öðrum tímapunktum. Þannig að við erum með útgáfu 1 og svo 2 og svo 3 og við getum farið þannig á milli. Síðan þegar við expandirum aðeins á þessu hugtaki þá fáum við centralized version control og þá erum við að vinna með öðrum yfirleitt og þurfum að deila efninu að kóðunum á milli og þá erum við með einhverja sameiginlega miðlæga geymslu. Þannig í staðan fyrir að vera bara með 1 gagnagrunn á okkar vél sem við erum að geyma hlutin í sem gott og blessað í sjálfu sér, þá erum við með einhvern ákveðin stað sem við ítum okkar kóða einhvers staðar á internetinu eða eitthvað svoleiðis. Og Centralized Version Control System til með Subversion eða SVN, CVFS sem 4 gamalt og þið þurfum vonandi ekki að vinna í því, eða TFS sem það sem kemur frá Microsoft, farið að vinna í Microsoft umhverfi þá eru langflestar þannig, allavega hérna fyrir nokkrum árum voru langflestir að nota það, TFS sem Team Foundation Server sem með innbyggða version control virkni og þá þetta aðalega þetta. Við erum ekki að senda skrár á milli. Við erum að nota einhvern miðlægan gagnagrunn og þið verandi hérna mörg á fyrsta ári. Þannig að ef þið verið að vinna núna hópaverkefni þá ætlið þið í allra lengstu lög að forðast það að vinna eitthvað verkefni, sippa það og senda á einhvern annan.
það afskaplega léleg vinnubrögð. Þið munu bara lenda í vandræðum með að gera það. Þið munu tapa kóða, þið munu lenda í að það munu vera skrýtnar útgáfur, þið viti ekki hver er búin að gera hvað eða hvenar eða hvað útgáfa sé rétt. Þannig að með því að nota version control þá eru þið í raun að nota eitthvað, þeir að nota tól sem er búið að leysa þetta verkefni sem þið eru að reyna að leysa sjálf fyrir 60 árum síðan. Þannig að þetta er, þú veist, þetta er leyst verkefni og tilengum okkur það bara sem allra fyrst. Og þá líka geymum alla söguna og allar útgáfur af kóðunum og það eitt og sér er líka mjög verðmætt. Þá lítur þetta einhvern veginn svona út. Við erum með eitthvað central server sem er þá með útgáfurnar okkar og síðan erum við með einhverjar N-tölvur sem tengjast þessum þjóni, sækja útgáfurnar af skránum, vinna með þær og senda þær síðan aftur á þennan þjón. En síðan komum við á svona nýlegustu útgáfuna af því hvernig version control er útfært og það er distributed version control. Þá höfum við einhverja miðlæga geymslu en hver og einn client, hver og einn sem er að sækja þessi skrá, hefur einnig öll gögnin allar útgáfur af öllum skjölum í verkefninu. Og dæmi svona version control eru Git og Mercurial og við ætlum að skoða Git. En það sem er gott við svona distributed version control er að ef eitthvað fer úrskeiðis, ef að þessi miðlægi þjónn hættir að svara okkur, þá þurfum við ekki að hafa samband við hann til þess að geta haldið áfram að vinna. Þó svo að það geti oft verið að ef að GitHub fer niður, þá kemur alveg fyrir að maður lendir í því að maður getur ekki alveg unnið á fullum hraða, en við lendum ekki í því að við getum hreinlega ekki sótt ykkur ákveðnar útgáfur af skjalinu þegar við erum ekki búin að sækja þær frá version control þjónunum. Og þannig að þá fer þetta lítið út þannig að við erum með einhvern server, en síðan erum við með báðar þessar tölvur sem eru þá með afrit af öllum gagnagrunnum líka. Þegar við erum að tala um svona version control og sérstaklega Git og GitHub, þá er oft talað um repo, en það er það sem þessi miðlæga geymsla er kallað, hún heitir á ensku repository og er oftast kölluð repo eða Git repo. Þannig að ef ég segi hérna, búin að kíkja í Git repoið, ertu búin að púlla úr Git repoinu, ertu búin að pússa í repoið, það er allt verið að tala um að eiga samskipti við þennan miðlæga þjón sem geymir þá þar sem að þið, einhverju aðrir í teiminu eitthvað munu sækja gögnin frá. En sem sagt, Git var upprunalega búið til af Linus Torvald sem bjó til Linux kernelinn, eða Linux stýrikerfið og það var þannig að þau voru að nota í því verkefni eitthvað svona source control kerfi en sem ætlaði síðan að fara að rukka þau fyrir notkunina og Linus Torvald er mjög svona opinionated maður. Hann var ekki að hafa það og sagði þá bara eitthvað screw you, ég skrifa bara mitt eigið og hann gerði það og það er eitt mest notaða source control kerfi í dag og einhver saga segir að hann hafi skrifað þetta því að hann er svo, skýrt þetta Git því að hann er svo mikið Git en ég veit ekki nákvæmlega hvað er í því en markmiðin með þessu kerfi var það að vera hratt en Linux kernelin er mörg 100.000 línur af kóða og það var einfalt að nota og þá að styðja svona ólínulega þróun þar að segja það geta margir verið að vinna að mörgum mismunandi hlutum sumir hverjar þessum hlutum getur tekið 1 dag, aðrir getur tekið 1 mánuð en aðrir 1 ár og það er að vinna þetta allt í samræmi, það er alltaf að geyma þetta allt á sama stað og það er að vinna í þessu ólínulega og það þarf að vera dreift, þannig að vera distributed version control og Git geymir skrár og stöðu verkefnisins sem svona snapshot af skránum í verkefninu á hverjum tímapunkti og þá er það þannig að í staðinn fyrir að geyma breytingar á milli skráa eins og mörg version control system gera þess að þú ert með eitthvað skjal svo breytir einni línu þá ertu með eitthvað svona change set sem þú geymir sem er þá deltan af þeirri breytingu sem er þá línurnar voru ABC, ég fjarlægði C þá er geymt ABC, svo er deltan geymt sem er fjarlægi línu 3 og svo er þetta svona safnað saman þegar við sækjum nýjustu útgáfuna
en Git er raun snapshottar hverja skrá á hverjum tímapunkti og virkar þannig eins og skráarkerfi. Það er að segja hvert snapshot hefur alla skrár á þeim tímapunkti. Þannig að það er auðvelt og ódýrt að vinna með þessi snapshot. Þannig að þá, ef við erum hérna með einhverja útgáfu 1, þar sem við bætum við skrám A, B og C, svo gerum við aðra útgáfu, þar sem við gerum breytingu á A, ef við gerum ekki breytingu á B, þá vísar Git ennþá í upprunalegu útgáfuna og svo framvegis hér. Þessi útgáfa hér er ekki breytt hérna í 5. útgáfu, en allar útgáfunar hafa þá í raun snapshot af öllum skránum á öllum tímapunktum. Þannig að ef við myndum bakka í versu 3, þá myndum við fá þessa hérna A1 útgáfu, B útgáfunu og C2 útgáfuna. En Git mun þá í raun geyma bara þessa skrá, þessa skrá og þessa hérna skrá, en hafa bara vísanir í hinnar. Git er svona staðbundið, þannig að við getum unnið allt á okkar vélum þegar við erum búin að sækja repoið frá einhverjum server. Þannig að við getum byrjað á því að sækja eitthvað repo, svo getum við unnið að öllu leyti án þess að hafa tengingu við serverin, sem þýðir að alla breytingar sem við erum að gera og allt sem við gerum í Git er mjög hratt, af því það er bara að vinna á tölvunni okkar og við þurfum ekki að bíða eftir einhverjum þjón í langflestum tilfellum. Og við getum unnið og bætt við repoið ef við til dæmis erum ekki með nettengingu, sem er stór kostur, þar að segja að við getum unnið nákvæmlega eins ef við erum í flugvél, ef við erum á netsamband, ef við erum á skrifstofunum með fína nettengingu, ef við erum bara með eitthvað lélega nettengingu út á landi. Við þurfum ekki að breyta neinu hvernig við vinnum. Við bara í raun breytum því hvernig við sendum okkar útgáfu af gagnagrunninum yfir á miðlæga repoið. Og Git byggir á heilleika eða integrity. Það er innbyggt í Git er svona integrity check sem er gert með svona checksumum sem byggja á SHA-1, en SHA-1 er svona hashing algoritmi sem þýðir að fyrir einhverja eina ákveðna útgáfu af skjali er keyrður þessi hashing algoritmi og við fáum út svona fingrafar fyrir skjalið sem lítur þá einhvern veginn svona út, sem er þá einhver runa af hex stöfum 0 upp í 9, A, B, C, D, E, F, sem eru þá segja til það að þessi útgáfa er með þetta checksum og aðrar skrár ættu ekki að hafa sama checksum, en já, og þannig að Git getur í raun vitað á servernum er skrá A með þetta hérna checksum og athuga síðan á local repoið okkar er sama checksum, og ef ekki þá flaggar Git yfir okkur, segir það er eitthvað búið að gerast, það hefur eitthvað spilst, einhver skjöl hafa spilst á leiðin á milli eða eitthvað hefur gerst. Þannig að það verður mjög erfitt fyrir okkur að tapa einhverjum upplýsingum eða einhver skjöl spillist þegar við erum að nota Git án þess að við fáum að vita það strax. Því að í öðrum kerfum, og ég hef lent í því að vera að vinna í einhver staðar og það bara gerist eitthvað við miðlæga gagnagrunninn og allt í einu bara eru skjöl að koma út sem eru bara í rugli, sem eru bara alls ekki það sem maður býst við, og þá lendir maður í miklu vandræðum að því að hugsanlega er allur kóði bak við eitthvað verkefni á einhverju vefþjón eða einhverju repoi sem er bara ónýtt. Harðdiskurinn fór í þeirri vél og þá bara þarf maður að fara einhvern veginn að endurbyggja verkefnið frá einhverjum svona ekki heillegum upplýsingum hér og þar, og það getur verið mjög leiðilegt þegar maður vill bara vera að vinna í verkefninu og halda áfram. Git bætir síðan yfirleitt bara við. Þannig að þegar við erum að vinna með Git og við bætum einhverju í repoið, við erum að senda eitthvað hann inn og við erum að gera eitthvað, þá erum við bara að bæta við. Við erum ekki að eyða neinu út. Þannig leið og við erum búin að committa einhverju sem er þá að senda eitthvað sem við erum að vinna í, einhver skjöl, inn í Git repo, þá er mjög erfitt fyrir okkur að tapa því. Leið og við erum búin að gera commit, sem við sjáum hvernig við gerum eftir, þá getum við alltaf nálgast það. Þannig að þess vegna er gott að committa, sem er að senda upplýsingarnar í Git repoið, oft og snemma. Er eitthvað takmarkað magn sem við getum geymt í, þú veist, eins og bara ef við myndum geyma þetta á GitHub eða eitthvað? Nei, GitHub til dæmis, eins og við myndum sjá, það er í raun ókeypis svo lengi sem þú ert með public repo, en
og svo lengi sem við erum bara að vinna með texta, þá erum við ekkert að fara, þú getur verið með sko 1.000.000 línur af texta, tekur kannski jafn mikið pláss og 2 myndir, ef þú ert búin að sippa þig niður. Þannig að það er aldrei að fara að vera issue ef þú ert ekki að nota Git til þess að geyma risastóra svona binary skjöl, eins og hrá vídeo eða eitthvað svoleiðis, sem að yfirleitt ekki gert, þannig að við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af stærra takmörkum. En þegar við erum með Git og við erum með skrár, þá eru 3 stöður á skrám. Skrá getur verið committed, þannig að hún er geymd í local grunni í Git. Hún getur verið modified, þar sem að henni hefur verið breytt, en það er ekki búið að geyma breytinguna í gagnagrunnum, og hún getur verið staged, þannig að henni hefur verið breytt og það er búið að merkja hana þannig að hún eigi að fara í næsta commiti inn í Git gagnagrunnin. Og svo getum við verið með 3 svæði verkefnis í Git. Þegar við erum með Git repository, Git repoið, sem er þá í git.git möppu. Við erum með staging area, sem er þá skrá í repónu, sem geymir yfirleitt yfir það hvaða skrár eigi að committa næst. Og svo erum við með working directory, sem er í raun útgáfan af verkefninu okkar, sem við erum með checkað út. Þannig að við erum með einhverja ákveðnu útgáfskjölum, við erum með eitthvað HTML-skjal, við erum með eitthvað CSS-skjal, við erum með einhverja myndir og svo framvegis, og við erum með einhverja ákveðna útgáfu úr Git, checkaða út í okkar möppu. Og þar erum við að vinna með það, gera breytingar, og svo merkjum við, heyrðu, þetta hérna breytingar á index HTML, hún á að fara í næsta committi og breytingarnir í styles, SCSS eða þessi nýja myndi eitthvað svoleiðis, og þá committum við því síðan yfir í Git. Þannig að þetta Git repoð okkar er í möppu sem heitir .git í möppunni sem við erum að vinna verkefnið okkar. Svo erum við með þetta staging area og working directory. Þannig að við checkum út einhverja ákveðna útgáfu hér, þá fer það í working directory, síðan breytum við einhverju þar og við stageum þær breytingar, þá fara þær á þetta staging area og svo committum við þeim breytingum og þá fara þær aftur í gagnagrunnin. Það er að segja, hvað er að stagea? Það er að ég er búin að breyta index.html, ég bætti við einhverju línu og ég ætla núna að taka þessa breytingu ásamt einhverjum öðrum breytingum og setja aftur inn í repóið. Þannig að þegar við erum ekki að gera breytingu og fyrir hverja línu sem við skrifum erum við ekki að setja inn í repóið, heldur klárum við eitthvað svona verkefni. Þannig að við kannski, nú ætla ég að útfæra fótinn í verkefninu. Þannig að nú ætla ég að byrja að vinna á því, ég tjekka út verkefnið, vinn. Svo klára ég og þá eru hérna 8 skjöl breytt og þá committa ég þeim öllum saman. Setja öll yfir á staging og setja síðan yfir. En við sjáum hvernig það virkar eftir. Þannig að Git verklagi verður þetta. Við erum að breyta skrám í working directoryinu. Við klárum einhverja breytingar. Við stageum þeim og við committum þeim með því að færa þær úr staging areanu yfir í Git repóið. Ok, þannig að núna þetta eru svona hugmyndirnar í kringu Git. Til þess að gera allar þessar aðgerðir þá höfum við aðgang að þeim í gegnum svona clear for it, svona command line interface og það er bæði gott og slæmt. Útfærslan af Git er byggð á þessum clear client og þar af leiðandi eru allar mögulegar aðgerðir til staðar þar, en það er líka slæmt af því að allar mögulegar aðgerðir eru til þar og þær eru mjög margar og það er hægt að sækja svona GUI tól, en það er mjög auðvelt þá að vita ekki nákvæmlega hvernig hlutirnir virka í Git og vera þá svolítið lost svona ef það kemur eitthvað upp sem maður veit ekki alveg hvað er að gerast. Það er alveg svona stöður í Git sem maður vill geta bakkað. Þannig að ég mæli eindregið með því að þið byrjið á því að nota Git á command-line-inu og fá svona tilfinningu fyrir þessum grunn aðgerðum áður en farið að nota svona eitthvað GUI client. En þegar við setjum upp Git þá sækjum við útgáfunum fyrir okkar stýrikerfi og svo fylgjum við leiðbeiningum hérna sem eru í ProGit bókinni sem eru nokkurn veginn bara við setjum upp forrit, við þurfum að fara í skélina og við erum með Git og ef við sjáum Git þá erum við komið með það uppsett og svo eru svona stillingar sem við getum gert, til dæmis svo hvaða nafn á að fylgja því þegar við committum, hvaða netfang erum við að nota og svo framvegis. En þið getið séð það hérna í leiðbeiningunum. Ok, þá fyrir við meira yfir í svona praktíkina. Eins og nú veitum við cirka hvernig Git virkar, alltaf þegar við hlustaðum á mig tala um það.
og viljum búa til svona repo og viljum fara að nota þetta þegar það er geðvægt. Þá opnum við terminal, förum í þá möppu sem við ætlum að nota, eða við erum að byrja nýtt verkefni, þá getum við bara farið í þá möppu og bara byrja verkefnið að við setjum git og keyrum git init skipunina og það munur búa til þetta git repo fyrir okkur. Þannig að núna ætlum ég bara að hoppa hérna yfir í terminal. Þannig að hér er ég bara á desktop og ég ætla að búa til eitthvað verkefni hérna. Og förum yfir í þá möppu og það er bara tómt, það er ekkert hérna, það er ekkert að vera hér. Þannig að núna ætlum ég að gera git init. Þá segir hún hérna initialized empty git repository in git hérna. Þannig að núna ef við skoðum þá sjáum við hann ekki, af því að hún er alveg eins og stylint RC skráin sem við verðum séð. Hún byrjar á punkti sem þýðir að hún er falin í flestum stýrikerfum sem er gott, af því að við viljum yfirleitt ekki eiga neitt við þetta. Við þurfum aldrei að fara inn í þessa möppu og gera ekki neitt, gera eitthvað. Þessi mappa heldur bara utan repoð okkar. Hún er bara þarna og git kann að nota hana og við látum hana bara vera. Þannig að núna er ég komið með git repo fyrir þetta verkefni en ég er ekki búinn að gera neitt. Þannig að, ok, hvað svo? Já, reyndar, þá getum við líka sótt eitthvað repo sem nú þegar til og þá förum við aftur inn í möppuna sem á að innihalda verkefnið og gerum git clone sem þýðir að við ætlum að klóna eitthvað ákveðna útgáfu af einhverju ákveðnu verkefni og þá fáum við allt það repo inn á tölvuna hjá okkur og býr þá til hérna möppu sem heitir heiti verkefnis og það verkefni er með hérna .git skrá möppu. Þannig að við gerum það eftir og sjáum hvernig það virkar. En síðan ætlum við að gera eitthvað og þá erum við með þessar skrár hérna og stöður og skrám og þá er í raun fjórar vegur sem git sé skrárnar. Það er svona unmodified, það er engin breyting síðan seinasta commit, það er modified, það er breytingar á skrá síðan seinasta commit, það er ekki búið að stagea því, það er staged, breytingar á skrá staged og það er untracked sem allar aðrar. Þannig þetta er sama áðan, nema nú bætist við þarna, við erum með untracked sem þýðir bara skrá sem við erum ekki búin að biðja git að fylgjast með fyrir okkur. Þannig að þá erum við með hérna unmodified skjal sem er þá skjalið þegar það kemur bara úr git. Við breytum því, þá verður það modified, þá getum við stagea því til þess að láta það hérna vera tilbúið til að fara nýr í búið. Við committum því, þá verður það unmodified af því að þá er í raun búið að trakka það og það er ekki lengur neina breytingar sem eiga sér stað. Eða við getum fjarlægt það úr git, þannig að þá verður það untracked og svo getum við beðið git að fylgjast með því með því að láta það verða tracked og þá fer það aftur á stage. Þannig að þarna eru þessar stöður. Og til þess að vita stöðurnar á skránum, þá er git status, lætur okkur vita í hvaða stöðu hver skrá er. Git add og skráanafn færir skrár frá því að vera untracked eða modified yfir í að vera staged. Og git diff lætur okkur vita af breytingum sem við erum að fara gera. Breytingarna frá því að þær voru modified frá unmodified stöðu þeirra. Þannig að git diff staged gerir það fyrir alla skrár og þannig að ef við núna förum hérna í okkar verkefni og við keyrum git status nothing to commit, þannig að það er ekkert að vera hérna initial commit, nothing to commit. Þannig að núna ætlum við að gera hérna a.txt og nú er ég að nota skil sem að því ég nota git mikið, þá er ég með skil núna sem segir mér það breyttist liturinn hérna úr grænum yfir í svona annan brúnan sem segir mér að ég er núna ekki lengur með hreina git repo, þannig að ég er með annarkvort untracked eða modified skrá. Þannig að ef við keyrum aftur git status núna þá sjáum við hérna untracked files use git add to include in what will be committed. Þannig að núna er a.txt skjalið sem við erum að búa til, það er núna untracked á git. Þannig að nú vil ég biðja git að fylgjast með því
Þannig að ég segi git add atxt. Þannig að nú fæ ég hérna plus sem því ég búinn að stage einhverju. Changes to be committed. Þannig að þá það hérna ný skrá atxt og hérna stendur to unstage. Þannig að við getum fyllt þessu til þess að unstagea en við viljum ekki gera það. Þannig að núna erum við komin með þetta tilbúið. Þetta komið núna skjal í staged. Og svo get ég búið til aðra skrá og þá ég aftur með þetta atxt tilbúið til að stagea, það tilbúið til að fara inn í git repoið, en nú ég komið með aðra skrá sem ekki búið að stagea. Þannig að við getum verið með skrár sem við erum að vinna í og við ætlum kannski bara að setja helming þeirra inn í git repoið en ekki hinn helmingin. Síðan erum við með sérstaka skrá sem heitir git ignore sem inniheldur lista af skrám og möppum sem git lætur vera. Þannig að við erum til dæmis með node modules möppuna. Við viljum ekki geyma node modules möppuna í git, alveg svo við viljum ekki senda hana í zip sem skil af því að hún verður rosalega stór og við þurfum hann ekki. Þannig að þá getum við búið til svona git ignore sem að lætur git bara hunsa algjörlega það sem þar inni. Þannig að ef við gerum hérna make node modules, förum inn í node modules og gerum eitthvað touch a.foo, förum hérna niður, gerum git status, þá sjáum við að við erum með möppuna hérna, hún untracked, en núna viljum við gera git ignore og hérna ætlum við að segja node module, svona. Og núna kerum við git status og þá viljum committa git ignore skránni en git ignore núna segja ekki fylgjast með node modules. Þannig að við viljum núna segja git ignore skrá sem við viljum fylgjast með því hún segir til bara hvað við viljum ekki fylgjast með. Það að segja ef ég núna committa þessu og þið sækið þetta verkefni, gerir síðan eitthvað, sækið eitthvað sem að installar einhverju node modules, þá git ekki að fara að biðja ykkur að committa því, af því að git ignore segir fyrir verkefnið viljum við ekki nota node modules. Síðan til þess að færa úr staged yfir í commit, þá notum við skipunina git commit og þá gefum við upp eitthvað svona commit message sem segir til hvað hafi breyst. Og ef við segjum núna bara git commit, þá opnast einhver ritill, vim í mínu tilfelli, ég hef ekki breytt í, og þá stendur hérna please enter the commit message for your changes. Line starting with Octothorpe will be ignored, og hérna það sem við erum að fara að committa. Þannig að við segjum hérna bara eitthvað, fyrsta commit. Vistum það og hættum, og þá kemur hérna fyrsta commit. One file changed, 0 insertions, 1 deletions. Create mode atxt. Og þá committast bara það sem við vorum búin að segja, það sem við vorum búin að setja í staged. Þannig að við gerum núna git status. Þá erum við ekki lengur með atxt, en við erum hins vegar með git ignore og btxt sem eitthvað sem við ætlum að breyta. Þannig núna ef við breytum atxt og gerum hérna eitthvað og gerum núna git status, þá núna modified atxt af því við vorum búin að biðja git að fylgjast með því. Þannig að nú ekki lengur unmodified, heldur það modified og aftur git ignore og b ekki tracked. Þannig að við gerum núna git diff atxt, þá sjáum við hérna munin hérna, við erum að bæta við línunni hello. Og við sjáum að það frekar erfitt að lesa út úr þessu formi, þannig að það oft gott að setja upp einhver önnur tól til þess að skoða svona change, svona hérna breytingar á milli skrá og við skoðum það aðeins betur eftir. En núna ætlum ég að segja bara eitthvað, allar þessar skrár eiga að vera með. Þá ætlum ég bara að segja git add punktur. Það segir bara að öllum skránum eiga að vera staging area, eða eiga að vera staged. Þannig að þá fáum við hérna git status, þessar nýju skrár, þetta modified atxt og þessi nýju skjal b og svo ætlum við að gera git commit og svo getum við notað hérna í staðinn fyrir að opna ritill, þá getum við gert þetta flagg hérna m sem message og þá getum við skrifað commit message okkar, breyta atxt, bæta við git ignore og b og þá sjáum við aftur, núna ég orðin grænn
að ég er ekki með neinar breytingar sem eru, ég er ekki búinn að gera breytingar á skjölum, þannig að allt sem ég er með í þessari möppu er unmodified með við það sem ég er í Git rebóinu. Þannig að ef við skoðum, þá er hérna A, B og Node Modules og ef við skoðum alla skrár, þá er líka hérna Git Ignore. Þær eru allar tracked og up to date. Síðan getum við fjarlægt skrár með Git RM, sem RM stendur fyrir remove, og fært þær með mwav, move, þá færum við skrá a.txt yfir á a2.txt eða Git skráakerfið er alveg sama litla og stóra stafi í skjalanöfnum og það getur oft valdið manni vandræðum, þannig að það er góð regla að skýra alla stafi í öllum svona skrám bara í litlum stöðum af því að síðan getum við verið að keyra verkefnið okkar á stöðum sem að lítill og stór stafir skipta máli eins og til dæmis í Linux skjalakerfinu. Þá er gerð munur á foo með stóru F-i og foo með litlu F-i og það eru raun 2 mismunandi skrár og það getur verið mjög leiðilegu buggur til þess að leita að. En síðan getum við skoðað söguna af öllum committunum okkar og þá getum við notað git log og ef við gerum það án þess að gefa neina breytu þá sjáum við bara í öfugri tímaröð, þannig að við gerum hérna git log, þá sjáum við hérna seinasta breytingin sem ég gerði, mest okkur í tíma var þetta og síðan var það hérna first commit. Þannig að þá sjáum við hérna, þetta er nafnið mitt, e-mailið mitt sem ég stilti í Git þegar ég setti upp Git og þetta er nákvæmlega hérna tímasetningin á því hvenær ég gerði þetta. Síðan getum við nota margar svona breytur, -p, þá sjáum við hvaða breytingar við gerðum með breytingunum, committunum og við getum sagt hérna -2 til þess að fá senast 2 commit, -3 og svo framvegis og það er mikið af þessu, þannig að hér er í raun upptalning á flestum þessum aðgerðum sem við getum gert með git log og svo líka mikið af tólum og það er, ég nota tól í það að skoða í raun söguna og til þess að skoða mun þegar ég er að skoða mun á 2 skrám af því að ég er ekki alveg það góður í að hérna, skoða í command line-inu. Síðan þegar við erum búin að gera eitthvað í Git og við erum búin að vera að vinna og við erum búin að bæta ykkur við okkur svona og við komum að því að við gerum einhver smá mistök og það er allt í lagi. Flest getum við bara lagað en suma leiðir sem að þið getur fundið, sérstaklega að fara að googla eitthvað svona, geta skemmt rebóið ykkar af því að það er alveg, þetta er náttúrulega kröftugt kerfi og það leyfir ýmislegt og það leyfir ykkur líka að skemma og eyðileggja allt. Þannig að það er bara svona þegar þið farið að skoða þetta og ef þið farið að sjá eitthvað sem er með svona flaggi sem er hérna -f sem þýðir yfirleitt force, þannig að þið eru að neyða Git til þess að gera eitthvað á þess að það voruð viljandi að ekki hlusta á viðvarana sem Git er með, þá bara farið varlega. En þú veist, ef þið eru búin að committa þá getið alltaf náð í það, en það verður bara flóknara, þið þurfum að fara í flóknari aðgerðir með Git. En það eru nokkrar einfaldar leiðir sem við getum notað til að leiðrétta hérna, já, og við getum tapað vinnu, þannig að maður vera varkár. Við getum, ef við föttum það, við vorum að committa einhverju og við gleymdum einni skrá. Ég ætlaði líka að setja hérna myndina með, ég gleymdi bara stage myndina áður en ég committaði. Þá getum við notað amend til þess að bæta við skjali og þá bætist það bara við seinasta commit án þess að við gerum neitt, þannig að við þurfum ekki að vera með eitthvað share commit sem er hérna með messageinu, nei, glemdi að bæta við, glemdist.txt, úps, þá bara gerum við þetta og þá fer þetta í sama og áður. Þannig að núna ætlum við að breyta a.txt og við ætlum að segja halló heimur og git status hérna. Svo ætlum við líka að búa til c.txt og svo ætlum við að segja git add a.txt og git status, þannig þá erum við hérna með a og c og við ætlum að bæta við c en við gleymum því, þannig að við gerum hérna git commit breyta a, ok, svo sjáum við hérna nei, git c áttu að vera með git add öllu bara sem er c, git commit bandstrik amend og þá fáum við hérna upp fyrri, við getum breytt hérna og við ætlum að gera hérna og búa til C. Svona,
Þá fáum við hérna komin á gott og svo gerum við git log og þá breyttist hérna í raun commit message okkar. Þannig við getum fyrir þessi mistök þá auðvitað fyrir okkur að laga það. Svo getum við nota, ef við setjum ávart stateum eitthvað og við viljum ekki, þá notum við git reset head og head sjá eftir hvað þýðir, en þá tökum við foo úr því að vera staged yfir því að hætta að vera staged. Og ef við viljum hætta við allar breytingar í skjali, þá getum við nota git checkout bandstrik heitið á skránni, en þetta mun í raun taka útgáfuna sem er í git repóinu og yfirskrifa skjalið sem við erum búin að vera að vinna í. Þannig ef við erum búin að vera að vinna í einhverju skjali og þið fattuðu bara, þetta er bara eitthvað bull og ég vil ekki gera þetta, þá getið þið gert þetta til þess að fá útgáfuna sem þið voru með áður, en þið munið tapa öllu því sem þið voru með. Þannig að ef ég núna er hérna og ég geri á A og geri hérna bless, mjög morbid og geri hérna git status og git add allu, git status, þá er hérna git reset to unstage, en ég ætla ekki gera það, ég ætla að gera checkout bandstrik add.txt git status, nei, cut reset, já, ég ætla að gera það fyrst til að fjarlæga þess að svona. Þannig núna er ég með hérna og núna þarf ég að gera hérna to discard changes. Við getum ekki gert það beint úr hérna þegar við erum búin að stagea. Þannig núna ef að ég skoða A, þá er það upprunalega breytingin okkar og hin breytingin er bara farin. Hún er algjörlega farin. Þannig að þetta getur verið hættulegt að því leyti að við missum vinnu. Ok, síðan er það remotes, en við skulum taka okkur svona 7 mínútna pásu. Byrjum aftur 10 mínútur í.